Velkomin baksviðs. Í þessum þætti ætlum við að fræðast hvað Bjössi Tór hefur verið að brasa síðasta árið. Við ætlum að koma við á verkstæðinu hjá Gunnari Erni, gítarsmið. Og Jói Ásmunds ætlar að segja okkur aðeins frá bassanum. En fyrst skulum við kíkja í heimsókn til Ingó Geirdal, gítarleikara Dimmu. Ég man eftir því að ég fór í bíóhöllina stuttu eftir að hún byrjaði og ein fyrsta myndin sem þeir sýndu var Let There Be Rock með AC/DC sem í rauninni bara tónleikamynd tekin í París og það hefði gríðarlega áhrif á mig. Ég var búinn að vera að spá í lengi að verða trommari, músíkin tók alltaf í mig en það var svona upp úr því sem ég ákvað að gítarinn væri mitt hljóðfæri, sko. Dimmumenn erum svo mikið að ef við erum ekki að spila þá er ég að semja tónlist eða spá í einhverja semja sóló eða eitthvað sko eða útsetja eða eitthvað sko þannig að ég er svolítið mikið bara að spá í það sem við erum að gera sem slíkt sko. En þó maður hlusti á hins vegar alls konar stílar sko. Ég er til dæmis rosalega gaman að því að heyra country gítarleik sko. Þó að tónlistin sem slík höfði ekkert endilega til mín þá finnst mér margir frábærir gítarleikarar í þeim geira sko. Ég keypti þennan Gibson SG Special 2014 sem ég er gríðarlega hrifinn af og hefur verið að nota hann alltaf meira og meira. Hann er í miklu uppáhaldi. Gibson SG í Marshall finnst mér æðislegt sound. Ég er reyndar komin yfir í magnar sem heitir 5150 sem Eddie Van Halen hannaði sem finnst bara eiginlega bestu magnarar í heimi sko ásamt Marshallum og þeir eru svona já, það er eiginlega bara þetta kombo sem ég fíla sko, það er bara ég er ekkert mikið með effekta eða slíkt sko, pick-uparnir eru allir orginal, það er bara Gibson pick-upar í þeim, ég er ekkert að breyta en neitt sko. Í AC/DC sjónum, þá tók ég þetta alla leið bara, það eina sem ég var með á sviðinu var bara tjúnerinn sko. Menn eru ofta svolítið að fara oft óvenju langar leiðir til þess að leita soundi sem er hægt að fá bara með að vera með gott hljóðfæri og góða magnaða. Þetta prósessera gítarsoundi eitthvað, það virkar ekki, það hljómar rosalega prósessera. Nei, það er nefnilega ekki æft, sko. Það er nefnilega, sko, ég held að margir haldi það
og ég hef meira að segja hitt fólk sem heldur að þessir munnsvipir og geiflur hjá mér séu eitthvað sem að ég búi til sko, en þetta er algjörlega eitthvað sem ég ræð ekki við og hvernig við erum á sviði, það er bara eins og við fílum okkur. Ég hef spilað með fjölmörgum tónlistarmönnum og ég get ekki staðið kjur, mér þeir bara líða ofboðslega illa sko. Hluti af því að spila tónlist fyrir mér er að tjá mig og oft þegar við erum jafnvel inn í stúdíóinu að spila þetta þá lít ég ekkert öðruvísi út heldur en ég er á sviðinu sko. Þetta er bara það sem að þarf, þetta energi til þess að þetta hljómi svona. Rockhljómarnir eru hljómar sem að allir verða að kunna. Því að ef þú kannt rockhljómarna getur þú spilað hvaða rocklag sem er, með hvaða rockhljómsveit sem er. Og rockhljómarnir eru einfaldir, bara 2 nótur. Rockhljómarinn lítur svona út. Fyrsti fingur á 3. bandi og dýpsta strengnum og 3. fingurinn fyrir neðan á næsta streng. Og það sem þú þarft að passa er að fyrsti fingurinn dempi alla hina strengina svo að þú getur, af því að þegar maður spila rock þá var maður ekkert að dúllast við að spila á einhverja 2 strengi, þá var maður bara á fullu spani. Þú þarft að passa að dempa, svo þetta hljóm ekki. Svo þarft að æfa þig að færa hljóminn upp og niður hálsinn. Og þegar þú færir rockhljóminn upp og niður hálsinn, þá verður að passa að slaka á takinu. Maður ýtir niður, svo þegar maður færir þá verður maður að slaka á, maður sleppir ekkert. Bara slakar á takinu og færir. Svo þarftu að færa hljóminn niður streng. Svo þegar þú ert búinn að mastera það að færa hljóminn fram og tilbaka og upp á niður strengina, þá getur þú farið að rocka. Og alltaf þegar þú rockar, þá verður að setja upp rocksvip. Það er bara svoleiðis. Við Brautarholt í Reykjavík er lítið verkstæði, þar sem gítarsmiðurinn Gunnar Örn smíðar hljóðfærin sín. Það er einstaklega gaman að heimsækja Gunnar á verkstæði og hann tók vel á mót okkur þegar við litum við daginn. Segðu mér aðeins frá því sem þú ert að gera á verkstæðinu þínu og svona bara daglegum grunni. Já, sem sagt ég er að gera við alla daga og smíða líka og með námskeið í tækniskólanum, svo það er ansi mikið að gera. Já. Og ég meina þetta er búið að vera svona í mörg ár, mikið að við gerðum og ágangstími einhvern veginn farið í gítarsmíði. Já. Þó að ég hefði viljað að væri á hinn veginn, en það er ekki ennþá þannig. Hvenær byrjaðirðu? Ég byrjaði á síðustu öld, það ætlaði ekki verið sko smíða fyrsta gítarinn svona, sett saman gítar 92, pörtum frá Varmóð, sem ég á ennþá í dag, gífulega góður Telecaster. Svo byrjaði ég þarna svona 97-8 að smíða og búinn að vera því síðan og er núna nýbyrjaður að fara með þetta á sýningar erlendis, Þýskalandi, Svíþjóð, stefnu á Bandaríkin, jafnvel í janúar, ef allt gengur upp. Já, þetta er þarna svona mín útgáfa af víkingagítar sem er í rauninni svona Les Paul style gítar með svona
fléttu munstri skori hérna af Jóni vini mínum. Og þetta teilbí sem ég hannaði sem Þórsamarinn. Og þetta svona til að sýna svona hjálminn, svona neförnina. Já. Og hann allur nuttaður upp úr hveraleir og Íslenskum hveraleir. Íslenskum hveraleir og í endan dýfður honi 90 gráður heitt vatn. Já. Þegar maður fer út í hljóðfæraversluna, leita sér að kannski sínum fyrsta gítar eða vill svona fá sér eitthvað gítar svona sem að maður geti notað í framtíðinni. Það eitthvað sérstakt sem að maður ætti að horfa eftir? Já, það nú nokkri punktar. Það eins og til dæmis bara að byrja að strjúka hérna, hvort þetta sé í lagi, hvort að böndin séu eitthvað að skera þig. Já. Og náttúrulega líka að hálsinn sé í lagi, það horfa svona eftir honum. Hvort það sé nokkuð mikið eða brot í honum eða þannig. Já. Og ég meina, þú veist náttúrulega aldrei hvað mörgum spýtum hann hann yfirleitt málaður en það svona kannski brandari með svarta gítara, þetta sé sett saman úr 7-8 spýtum. Já. En ég meina, þetta alveg nóg fyrir byrjandur. Já. Og þannig að strengirnir sé ekki of langt frá og það var svona, þegar ég var að byrja, þá var náttúrulega erfitt að ná í einhverja almennilega gítara. Þeir kostuðu. Já. Morfjár, en núna þetta getur þú keypt gítar sem þú getur alveg notað og lært á fyrir 20-30 þúsund. Já, sem alveg þokkalegur og hentar kannski fyrstu 2 árin. En þú framleiðir gítara á á öllum verðskalanum eða eitthvað? Ertu svona, þeir svipuð verði? Þetta allt handsmíðað, þetta svona frá 300 kannski eitthvað svoleiðis og bara, Svo það hægt að koma í rauninni til þín með hugmynd af sínum eigin gítar og bara þú smíðar draumagítarinn? Ég get gert það, já. Hérna ertu með, þetta þín hönnun, eða ekki? Hefur séð þennan gítar einhvers staðar í notkun áður? Já, það þarna Óskar Logi í Vindskarfan, hann með fyrsta gítarinn sem ég gerði, svona. Já. Hefur notað hann út alla Evrópu og semst á tónleikaferðalögum í Vindskarfan. Já, það bara gítarinn sem hann notar. Hann notar það og Telecaster frá mig sem hann notar í rauninni meira. Já. Og við erum í viðræðum núna, að við erum að fara að gera annan gítar fyrir hann. Einn fór svakalegan túr með Off Monsters and Men, Bjarni sem aðstóðaði þá, í því tónleikaferðalagi, svo jazzmaster og það var gaman reyndar þegar ég var á sýningunni í fyrra, fór ég einmitt á tónleika með því bandi og það var gaman að sjá það svona þarna í Berlín að það var gítar þarna frá mér og svona. Þetta hefur alltaf svona eitthvað svona vægi fyrir mig allavega. Já, þetta vekur athygli að sjálfsögðu að sé verið að nota íslenska gítara. Hér ég með bassagítar. Þessi reyndar 5 strengja. En vanalega eru bassar, upprunalega voru þeir bara með 4 strengi og vanalega hlutverk, eða oftast hlutverk bassans að spila grunnnóturnar í lögunum. Það verður afskaplega einmannalegt þegar hann ekki með og svo fóru þeir að slá á þetta. Kannski tekur enginn eftir bassaleikarum þegar hann er að hlusta á músík, en ef hann hættir, þá taka allir eftir hann. Það má eiginlega segja að sá sem hefur fyrstur á svona rock bassaleikurum sem gerir þetta af eiginlegu útfæri bassan John Entwistle. Hann fer að nota effekta og gera soundi svona bjart og bjagað og svona gerir þetta að svona sólarhljóðfæri. Vissulega mikilvægasta hlutverkið að spila grunninn, vera hluti af
grunninum og spila með trommunum, sitja vel með trommunum og þá hvernig var þetta textinn? Bassinn sem botnin fylla kann, var það ekki eitthvað svoleiðis? Fyrir nákvæmlega ári síðan að þá fæ ég Robin á eina af þessum svona gítarhátíðum sem ég verið að stjórna og verið að bauka með í gegnum árin og þetta bara þannig að okkur kom bara mjög vel saman og bara svona eins og velina, ég bara reyna að vera kurteis við alla menn og náttúrulega hef alltaf verið aðdáandi hans í gegnum árin, þekkti hann raunverulega ekki neitt persónlega. Þetta svona á leiði svona, við erum komnir svona rétt aðeins lengri en Straumsvík í bílnum og þá segir hann hvernig litist þér á að ég myndi pródúsera plötu með þér og þú veist, þetta var svona tvist, ég keyrði út af svo eftir 2 vikur þá hringir hann í mig og ég minnist þess ekki að ég hef gefið hann hafi verið með símanúmerið mitt en hringir í mig og segir, heyrðu, hey Björn hvernig litist þér á að gera plötu bara með Bob Dylan lögum og ég náttúrulega kom bara svona í síman ég eiginlega þá vissi ég að hún var alvara en ég átti erfitt með að svara þetta því ég bjóst alls ekki við þessu mér finnst það svolítið þannig tvist og svo smátt og smátt rennur aðeins að mér og ég get svarað á hann því Mjölin Ísland hann hefði getað sagt þú veist með Bill Clinton ég hafði sagt já þú veist lögum eftir Bill Clinton það hefði ekki skipt einu máli sko. Millitíðinni þá hafði ég farið á Bolungarvík að spila Beatla-prógrammi við og og þá hafði þessi unga stelpa komið og spurt hvort þú mætti syngja eitt lag með mér. Ég var bara einn að spila og hvort það var lag, ég myndi syngja eitt lag, eitt Beatla-lag og ég sagði bara ekkert mál og ef ég kann lagið þá það bara alveg æðislegt og hún kemur upp á svið algjörlega óæfð og syngur, ég man að þetta var lagið Something ég man bara eftir þegar hún söng þetta að ég bara býtu halló ég vildi helst á tónleikunum þá vildi ég helst getum við ekki tekið þetta aftur bara til að fá að heyra þetta það var eitthvað við þessa stelpu að það var eitthvað við þessa rödd og eitthvað svona alveg tandurhreint allt og bara eitthvað algjörlega afslappað svo þegar ég komin í bæina þá bara hvernig væri að tekka á þess hvort að þetta geti ekki verið sniður rödd á þessa plötu og ég plata hann í bæinn og spyr hana og segi henni að ég sé að gera auglýsingu til að vera ekki alveg að segja henni hvað væri í gangi tek hann upp í þessu stúdíói og sendi svo bara á e-mail upptökum með henni til Robin og hann svarar mjög fljótlega og segir bara þetta bara röddin sem við erum að leita að bara nákvæmlega og þannig að hún komin borð og fyrir mig var þetta stórt stökk að fara að gera þessa plötu þarna í Nashville en við getum ímyndað ykkur fyrir hana hún hafði ekki einu sinni sungið á skólaballi svo hún náttúrulega tekin platan upp og hann segir bara við mig þú veist ég verð bara með bestu gaurana í Nashville ég þekki mig ágætlega vel til þar segir hann og ég verð bara með mjög gott band fyrir þig hafði engar áhyggjur eins og það að ég hefði haft einhverjar áhyggjur af því nei alls ekki ég hafði bara áhyggjur af sjálfum mér sko
held ég hafi aldrei lært eins mikið á stuttum tíma eins og bara hafa unnið með honum, sjá bara hvernig hann fer að þessu. Þetta, þú veist, hann náttúrulega he's one of the top guys, sko. Þannig að þetta svona saga þessara plötu, þannig að þetta búið að vera svona þetta síðasta ár, búið að vera svolítið svona rússíbanareið og meðal annars þá lendi ég líka því að spila með Brad Paisley sem svona stór, super country-stjarna í Ameríku. Ég var að fá túrplan fyrir Ameríku í maí sem á, já, þá verður túr Ameríku, skilst mér, og þá verð ég með bandinu hans Robin og ég veit ekki nákvæmlega hvernig hann vill hafa mig bara í bandinu og svo ég bara með mitt sjó og svo ég bara núna líka bara að sjá þessa útgáfu á plötunni heima og við Anna ætlum að spila töluvert og bara kynna plötuna, hvort sem það verið með bandi eða hvort það verið við tvö. Ég ætla að hafa svona bara opið, stundum kannski með bandi, þá ætla ég bara að vera með íslenska með mér í því. Til dæmis þegar ég byrja að spila svona sóló, bara vera einn á sviði, að þá, mér hefði aldrei dottið í huga ég myndi þora að gera að spila fyrir 1000 manna sal heilan konsert í 2 tíma og ég man fyrst þegar ég var að byrja að gera þetta ég var alveg, ég þurfti bara að fara í Hveragerði í 3 mánuði bara þetta var svo erfitt að maður var svo búinn líkamlega að gera þetta en maður getur gert svo ótrúlega hluti að maður virkilega vill og ætla sér að gera það. Ég til dæmis, þú veist, á miðjum aldri, þú veist, yfirleitt þegar margir mínir kollegar eru bara, eða ekki, þegar menn eru bara farin að hugsa bara setja inniskóna á sig og bara hafa góðan tíma fyrir fram á sjónvarpið, að þá eiginlega breytti ég algjörlega um stíl eða bara stefnu. Ég fór að spila einn, þú veist, ég hafði aldrei gert þetta áður og þetta var ekki smá átök, já, þetta var mjög erfitt en bara ánægjan að gera þetta var gríðarleg. Ég ætlaði mér að gera þetta og það kom gamla þrjóskan. Ég skal gera þetta. Ég tók mig bara í gegn og ég sagði bara, þú veist, þetta bara þýðir ekki, það þýðir ekkert, það þýðir ekki að vera með neina svona linkind í sambandi. Þú verður bara að taka á þessu nákvæmlega, þetta ég að segja við sjálf á mig, þú verður að taka á þessu nákvæmlega eins og þetta ég að spila hérna og ég ætla bara að spila eins vel og ég get og ég ætla ekki að láta einhver að vera nervös eða neitt, það bara kemur ekki til greina. Nógu djöfulli lélegur ég ætla ekki að bæta því við, því þá ég alveg hræðilegur. Og ég, einhvern veginn, með því að keyra þetta í gegn, með því að keyra þetta svona, bara að hugsa þetta svona, að þá ég orðið bara nokkuð rólegur. Og ég hugsaði líka, sko, að ég tek lífinu ekki of alvarlega. Ég hættur að taka hlutunum og ef mér gengur illa, þá bara, ég get ekkert að því gert. Þetta var bara svona, ég reyndi mitt besta og ef einhver ætlar að erfa það við mig eða fá endurgreitt eða eitthvað svoleiðis, þá bara hann það. Áður en við segjum þetta gott héðan baksviðs að þessu sinni, langar mig að þakka þér kærlega fyrir að horfa og fyrir góðar viðtökur á þættinu. Að lokum ætlar Bjössi Tór að spila fyrir okkur lagið The Hammer af plötu sinni Bjössi Introducing Hammer.